2021. Í þessum þætti ætlum við að líta inn til flokkana og fórna á kaffi. En fyrst, þetta. Já, nú erum við komin upp í sjálfn Valhöll, en þar ætlum við að ræða við Sjálfstæðisflokkinn. Skulum kíkja á það. Hvernig er tilfinningin innan kjördag? Hún er bara mjög góð, það er góð stemming, það er alveg ótrúlega mikið af fólki sem er að hjálpa okkur og bara mikið stemming, þetta er gleðidagur, þetta er hátíðardagur. Já, ég tek bara undir það og ótrúlega skemmtilegt að upplifa kjördag og vona bara flestir kjósi í dag. Já, eru þið bjartsýn fyrir kosningarnar? Já, við erum bjartsýns fólk. Við erum búin að keyra þessa baráttu á jákvæðni og gleði og hvað er hægt að gera betur og þannig viljum við hafa það, þannig að við erum áfram bjartsýn út daginn í dag. Já, við erum bæði bjartsýn og glöð og svo gaman að vera með skemmtilegu og góðu fólki og það er það sem maður upplifir í Valhöll. Hvað vil ég segja fyrir kjósendur ykkar? Bara að mæta á kjörstað, þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn og það skiptir auðvitað ótrúlega miklu máli að taka þátt í kosningunum og að mínu viti líka að það geti verið hér góð stjórn með þrem flokkum sem Sjálfstæðisflokkurinn á aðild að eftir kosningar. Já, við viljum bara gleði og hamingju og það gerist með Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. Sæl og verið velkomin í veitingargagnrýni með Úlfi. Ég er hérna í Valhöll einmitt núna og ég veit ekki alveg hvað ég á að kjósa. Tíminn til þess að smakka þessa múfu eða bollaköku, ég veit ekki. Það er svo ofboðslega gott. Voða hart þegar maður bítur í þetta, svona eins og þetta sé frosið eiginlega. Kleina. Óbúrslega venjuleg kleina en geggjugef veitingarnar hjá Sjálfstæðisflokknum svona cirka 7,5 af 10. Já, og núna er komið að Sósíalistaflokki Íslands. Já, ertu bjartsýn fyrir kosningarnar? Já, mjög bjartsýn. Við kjósendur? Ég vil bara biðja þá að vera dálítið hugrækir og kjósa það sem þeir vilja sjálfur og ekki láta neina skoðanakannanir og strategíur annarra hafa áhrif á sig, heldur bara kjósa með hjartanu og heilanum og því nú er tími mikillar breytinga í heiminum og Sósíalistaflokkurinn er mjög svona meðvitaður þessar breytingar og er að hrinda þeim í framkvæmd með mjög öflugum hætti. Nú ert þú í nýjum flokki í alþingiskosningum. Hvernig finnst ykkur hafa verið tekið? Okkur hefur tekið mjög vel, alls staðar. Við erum bara mjög mörg og erum búin að fara víða í kosningabaráttinu og við erum með svona mikið grasrótarstarf þar sem margir koma að og okkur hefur verið tekið mjög vel. Það er tími til þess að smakka þetta, hvað sem þetta er. Lítum út fyrir að hafa rúsínur inn í. Glæsilegt. Algjörlega frábært. Er ekki samikil aðdáðandi af rúsínu í svona sætu, en algjörlega frábært. Ég þessu 8 af 10. Þetta er frábært. Já, og hér er Samba-flokkurinn, það er Maggi og Úlfur. Við erum komin í miðflokkinn. Hvernig er tilfinningin hérna hjá miðflokknum? Hún er mjög góð. Þetta er dagurinn í dag er náttúrulega kjördagur, kosningadagur, þannig að sem við erum bara að fagna lýðræðinu og búið með lýðræðisríkið, þannig að hún er mjög góð. Eru þið bjartsýn fyrir kosningarnar? Við erum alltaf bjartsýn, sem er fyrir þessar kosningar eða bara í lífinu sjálfu. Já, við náttúrulega kætust bara í hverju einasta þingsæti sem flokkurinn fær, þannig getum við haft sem mest áhrif inn á þingi. Hvað viljið þið segja við kjósendur ykkar? Bara eigið bara góðan dag og fagnið
deginum. Þetta er lýðræðishátíð og segi, hafið bara gleðin að leiðaljósi í dag og það er gaman að deginum. Sýnduðu maður. Leikinn. Það er svona hreina hér. Ógeðslega hörð. Ég veit ekki af hverju. Ég er engin sérfræðingur í mat, ég veit ekki af hverju ég er að gera það. Ég veit ekki af hverju ég er að gera það. Þetta er ekki, það er gott sko. Já. Svo líka kakan. Yndisleg kaka samt. Alveg fín, bara venjuleg. Sko, þetta var ekki eins gott og hjá Sósíalistaflokknum og Sjálfstæðisflokknum af þeim sem ég er búinn að fara og heimsækja. Og kleinan var of hörð og þetta var eiginlega bara ekkert spes, þannig að ég myndi gefa þessu solid 7 í einhvern af 10. Núna erum við að fara að hitta Framsóknarflokkinn. Sem fyrir kosningarnar. Já, ég er alveg smá stressuð, en mjög spennt líka. Ok. Hvernig finnst þér pólitík og samfélagsmiðlar fara saman? Mér finnst það mjög vel saman. Ég vinn mikið á samfélagsmiðlum og ég held bara að sé ótrúlega árangursrík leið til þess að ná til kjósenda. Viltu eitthvað segja til fólksins sem er að hugsa að kjósa Framsókn? Já, ég vil auðvitað hvetja til að setja XB og styðja Ásmundeinar og Liljuna og inn að þinga aftur. Ertu bjartsýn fyrir úrslitunum? Ég er mjög bjartsýn og ég held að þetta hafist allt á lokasprettinum. Ég held að við séum rétt að byrja. Yndislegt. Gulrótarkaka er uppáhaldskaka mín. Þetta er ekki besta gulrótarkaka sem ég hef borðað, en allar gulrótarkökur eru eiginlega góðar. En ég gef þessum veitingum 9 af 10 bara út af því að þeir koma með gulrótarkökur. Heyrðu Simmi vil? Já. Ekkert. Kosningasjónvarp Alþingi. Nú er komin í Viðreisn en þau vilja reisa við efnahagskerfið. Skulum tjekka inn. Þannig að hvernig er stemmingin hérna á kosningaskrifstofunni? Bara frábær. Finnst ykkur þetta ekki fullt af fólki hérna, góða kræsingur og það er mikil stemming við fólki. Það er svona jákvæðni og skemmtilegt. Er þetta bjartsýn fyrir kosningunum? Já, veistu að ég er bara bjartsýn. Ég pínur hnút í mánum, vaknaði svona, þú veist hvernig dagur verður þetta, en ég er bara trú á því að fólk sé að hugsa aðeins meira framtíðina en ekki svona þessar skyndulausnir, einhverja plástra, heldur að við hugsum framtíðina fyrir ykkur í loftslagsmálum, í efnahagsmálum, í heilbrigðismálum og auðvitað þannig að við gerum og setjum fram sanngjarna sjávarútveg. Ég hef trú á því að fólk hlusti svolítið á það sem við erum að segja. Hvað vil ég segja við kjósendur ykkar? Nýtið atkvæðisréttinn, kjósið C, merkið C við Viðreisn, það er fyrir framtíðina. Ég var spá í að fólk sé svona. Það er tími til þess að prófa. Þetta er geggjað. Frábær snúður. Þessar veitingar voru ágætar. Ég er nú þegar búinn að ákveða og ég ætla að gefa þessum veitingum hjá Viðreisni 7,5 af 10. Já, og núna skulum við kíkja inn til Samfylkingarinnar. Við erum samt ekki alveg að fara inn til Samfylkingarinnar, við erum reyndar að taka viðtal hérna. Bjartsýn á niðurstöðu kosninga? Ég er mjög bjartsýn á niðurstöðu kosningana. Við erum alveg vissum að við eigum eftir að fá nýja ríkisstjórn eftir þessar kosningar og Samfylkingin er að vonast til þess að leiða þá ríkisstjórn. Já, ertu stressuð fyrir kosningarnar? Ég er ekki stressuð en ég er mjög spennt vegna þess að það eru mjög margir flokkar í framboði og kannanirnar eru svolítið mismunandi þannig að við erum bara rosalega spennt að sjá hvernig kvöldið fer. Viltu segja eitthvað við kjósendur í Reykjavík kjördæmi suður? Já, ég vil bara segja
Takk fyrir að taka þátt í þessari baráttu með okkur undanfarnar vikur og ég vona að sé allir búin að nýta kosningaréttinn sinn vegna þess að það er mjög mikilvægt að allir taki afstöðu og taki þátt í kosningunum. Og svo bara segi ég góða skemmtun í kvöld fyrir fólk sem er að fylgjast með kosningavöku. Og nú skulum við kíkja í kosningakaffi Samfylkingarinnar. Bara 7! Fá mér eitt svona kaffi. Blómaval í dag, ég ógeðslega þreyttur og Og já, það tala við Pírata en þeir eru algjörlega á móti spillingu. Hér erum við komið með Anders Inga Jónsson með Pírötum. Þannig að hvernig er tilfinningin hérna með kosningarskrifstofunni? Bara mjög góð, mér finnst alltaf mjög spennandi á kjördag. Við vitum ekki hvernig þetta endar fyrir en allt er komið upp úr kössunum. En núna erum við bara að fá okkur vöfflur og hafa þetta gaman saman. Það er líka hluti af þessu. Ekkert bjartsýn fyrir kosningarna? Já, mér finnst við hafa verið með mjög fína kosningabaráttu, við erum með góð málefni og flott fólk. Þannig að ég held við eigum alveg að geta komið vel út. Hvað viltu segja við kjósendur þína? Mér finnst bara að skipta máli, í þessum kosningum þá þurfum við að kjósa út frá loftslagsmálum sérstaklega mikið. Þegar næstu 4 ár skipta eiginlega öllu máli í því að við stöndum okkur. Þannig að ef næsta ríkisstjórn er ekki með almennilegan metnað í loftslagsmálum þá erum við dálítið vondum málum. En við getum gert alveg heilan helling með því að kjósa rétt. Góð vafla, bara. Góð vafla, hvað viltu frá mér? Ok. Eru vöfflur ekki vegan? Heitt. Samt. Finn ekki fyrir þetta er heitt Ásmundur. Vafla líka góð. Ég gef þessu 7. Þetta er ágætt. Af 10. Ég er örugglega að fara að fá massívan yfirgang morgun. Sorry Píratar, en bara eftir að við löpuðum inn þá tók ég með mér vöffluna sem ég átti ennþá að klára og mér leið svo illa inn í mér að ég leið eins og ég væri að fara að kúka og grenja á sama tíma og bara ég fór eiginlega svona hálf skæla á meðan ég var að borða þetta í lappinu ég kastaði vöfflunni í Magga hendi henni svo í ruslið. Já, en... Eitt en Píratar, bara fyrirgefið, ég verð að lækka einkunnina ykkar niður í 6. Þannig að... Og nú lítum við inn til Vinstri grænna. Ertu spennt fyrir niðurstöðu kosninganna? Já, ég er mjög spennt. Þetta verður mjög spennandi og þetta eru mikilvæga kosningar. Ertu bjartsýn fyrir niðurstöðu kosninganna? Já, ég held að við höfum gert mjög vel og þetta er búið að vera mjög krefjandi kjörtímabil en við höfum gert vel og gengið vel, við höfum náð alls konar árangri fyrir land og þjóð, við erum stolt af því. Þannig að við erum bara bjartsýn það að þetta eigi eftir að ganga vel. Hvernig er stemningin á kosningaskrifstofunni? Hún er frábær eins og þú sérð, það er bara allir að borða vöfflur og spjalla og bara hafa gaman. Já, æðislegt. Þú segir það við kjósendur flokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður? Já, ég vil bara segja takk fyrir stuðninginn og þau ykkar sem eru ennþá að hugsa málið, að þá er VG málið. Ég hef aldrei fengið með kleinu með sjálf. Ég myndi svona orð. Góð kleina. Ég gef þessu 7,5 en þess að þetta er kleina. Ég er gaman, það dansa allir saman og rúmba, ég er þreyttur, ég borða alltaf mikið af kleinum og vegan vöfflum. Þú ertu búin að fá nóg að nammi í dag. Já, gott á þig helviti svínið þitt.
Hér erum við komið með flokk fólksins, flokkurinn þar sem þú getur fundið fyrir flokk fólkið þitt. Hvernig tilfinningin að flokk fólksins? Og við erum rosalega bjartsýn, við höldum það að við séum eigum eftir að fá miklu meira heldur en spáðir fyrir. Þannig að, já, hún er mjög góð. Ertu ánægð með hvað þið fenguð á þessu kjörtímabili? Er ég ánægð með hvað við höfum gert á þessu kjörtímabili? Hvað sætið þið fenguð og á Alþingi? Flokkurinn var frekar lítill á Alþingi, það voru bara 2 þingmenn á Alþingi núna síðasta kjörtímabil, þannig að það er ekki alveg nóg. En við sem sagt, ég er mjög ánægð með það sem flokkurinn gerði inn á Alþingi. Eitthvað sem þú vilt segja kjósendum? Ég vil segja við kjósendur að réttlætið er það sem skiptir máli og allir eigi að geta haft það gott í ríku samfélagi. Takk fyrir þetta. Þetta er það síðasta sem ég mun borða í dag. Þetta er gott. Þetta er fínt. 7. Kosningareglur. Númer 1. Ekki koma með merki flokka eða áróður inn á kjörstað. Númer 2. Ekki kjósa með því að skrifa inn til dæmis broskalla eða eitthvað krass ofan á meðin. Bara gera X í kassan sem þú vilt velja. Númer 3. Ég mæti á kjörstað og kjósi það sem þið styðjið. Þið minnum náðu ekki að tala við XO, Frjálslynda lýðræðisflokkinn, nýja XY, Ábyrga framtíð, vegna þess að þau hafa engar kosningaskrifstofur. Og í fyrsta sæti... Nei, síðasta. Síðasta. Í síðasta sæti í veitingargagnrýninni eru Píratar. Verður að gera betur næst. Og í 3. sæti í veitingargagnrýni, ég er alltaf að gleyma nafninu, er Sjálfstæðisflokkurinn. Og í... Hættu! Hann á sig annað sæti. Hættu að tala! Og í öðru sæti fyrir ég ætla bara að kalla þetta veitingakosningar, er Sósíalistaflokkurinn. Og núna, og sigurvegari í veitingakosningunum er Framsóknarflokkurinn. Já, takk fyrir að fylgjast með okkur hérna í kjördag 2021. Og þetta var kosningumfyllan okkar. Já, en fyrst þetta. Hey, Úlfur, af hverju byrjað þú ekki með þinn eigin sjónvarpsþátt?